Takk fyrir og góðan daginn. Það sem okkar að gera í dag að leggja aðeins út af pínu litlum skurði sem ég gróf í Hrísey í fyrra og ég gefur mér tilefni til þess að tala svolítið garðakerfið sem margir hafa heyrt á Norðausturlandi, það sem það nú þekktast og heildstæðast. Á síðustu svona 20 árum að þá hefur þetta kerfi verið kortlagt og það nú Árni Einarsson, líffræðingur á Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn sem hefur verið potturinn og pannan í þessu. Hann var sá fyrsti sem áttaði sig á því hversu mikið eftir að þessum görðum og hefur síðan verið driffjöðurinn í því að kortleggja þá eftir loftmyndum aðalega, líka með því að ganga eftir þeim. Þetta bara, þarna dæmi úr þetta Reykjadalurinn og Laxárdalurinn og hluti af Kinn sem sýnir svona hvernig hvað mikið eftir að þessum görðum á þessu svæði og að það eru greinileg munstur þarna sem hægt að lesa í. Þetta kerfi sem sagt einstaklega vel varðveitt þarna á þessu svæði í Suður-Þingeyjarsýslu en svo eru svona leifar annars staðar líka, bæði í Kelduhverfi og Svarfaðardal sem hafa verið kortlagðar og Oddgeir Isaksen sem tók nú þátt í upphaflegu kortlagninguna þessu, hann skrifaði seinna ritgerð sem hann fór í gegnum allar ritheimildir frá miðöldum sem eru tiltækar og sýndi fram á að svona hefur þetta verið allt land. Það bara þarna á norðausturhorninu sem þessir garðar hafa varðveist svona vel. Og það hefur svolítið verið grafið í þessa garða. Það var verkefni sem Fornleifastofnun var með í samvinnu við Árna og Náttúrurannsóknastöðina í nokkur ár, fyrir svona 10 árum. Það voru grafnir ansi margir skurðir í garðana og aðal niðurstaðan af því sú að þeir virðast flestir vera hlaðnir á seinni hluta 10. aldar og flestir virðast ekki vera í nothæfu ástandi mjög lengi. Þeir hrynja bara mjög fljótt, eru mjög margir, þeir eru alveg hrundir áður en gjóskan frá 1104 leggst upp að þeim eða yfir þá og sumstaðar hefur þeim verið haldið við en yfirleitt ekki og það eru alveg dæmi það að menn hafi verið að endurhlaða og halda görðunum við jafnvel alveg fram á 13. og 14. öld en kerfið í heild sinni virðist vera skammlíft og við vitum það ekki alveg nákvæmlega hvort við erum bara kannski að tala nokkra áratugi þarna á seinni hluta 10. aldar eða kannski upp undir 2 aldir. Það kannski það mesta sem maður getur ímyndað sér. Og hérna nú bara svona dæmi þessi uppgötun getum við sagt, þessi uppgötun hversu heildstætt kerfið ekki að garðarnir væru til í sjálfu sér. Hún hefur leitt af sér talsverða bókmenntum og þarna svona upphaflega greinin sem var skrifuð þetta og svo hefur Árni tekið saman helstu niðurstöður og sett fram sínar tilgátur hvað þetta endurspeglar allt saman og svo eru hellingur af skýrslum þessar vettvangsrannsóknir sem hafa verið gerðar bæði þarna í Þingeyjarsýslu, Suður-Þingeyjarsýslu og annars staðar á Norðausturlandi. Nú megin einkennin á þessu kerfi eru þau að garðarnir eru hlaðnir á merkjum á milli bæja. Hérna sjáum við dæmi úr Teigjaldadal í Suður-Þingeyjarsýslu sem var partur á kortinu sem við vorum að horfa á áðan og hérna eru nokkur eyðibýli í röð og það eru þessi garðar hérna bara svona nokkur í miðja vegu á milli bæjarstæðanna og maður getur þá dregið þá ályktun að þarna hafi landamerkin legið þegar þetta voru mismunandi landaregnir og í mörgum tilfellum eru landamerkin bara enn þann dag í dag tengd við þessa garða og miða við þá í landamerkja lýsingum þar sem það á við. Það ekkert alveg að langt frá því að vera fullkomin samsvörun en það býsna algengt. Síðan eru það sem eftir kalla hagagarða sem eru garðar sem eru þá fyrir ofan bæina en ekki á mörkunum. Það er að segja ef við tökum dæmi hérna Hólkot þá þetta klárlega merkin hérna við bæina sem sitt voru við en væntanlega
svona í miðjum hlíðum og svo bara opið rými þar fyrir ofan þetta vekur upp spurningar auðvitað hvað þetta í gangi eru garðarnir að marka eignarhaldið, það að segja að þetta sé þá einkaeignin og þetta sé þá einhvers konar almenningur, það einn möguleikinn. Annað að garðarnir séu kannski raun og veru ekkert, tengist ekkert svo mikið eignarhaldinu heldur nýtingunni og stýringu þá á umferð búfjár. Og þetta eitt af því sem við myndum gjarnan vilja varpa betra ljósi á. Síðan eru túngarðar, mjög algengir, bara í kringum túnin og oft ýmis konar skiptingar síðan í heimahögum, sem við sjáum hérna til dæmis, sem eru oft bara mjög erfitt að átta sig á að lesa í hvað er fólk að gera með slíkum skiptingum. Það er alveg greinilegt að þetta kerfi, þó að það sé frá svona tiltölulega stuttu tímabili, að þá er það ekki heildstætt, það er ekki hannað að ofan og heldur hefur það verið byggt í nokkrum skrefum og það sé meðal annars að því að þessi hagagarðar þeir eru ekki hlaðnir í einu, heldur fyrir hverja einingu fyrir sig. Og hérna er gott dæmi þetta, Hólkotshagagarðurinn aðeins neðar í hlíðinni heldur hérna hjá Skárastöðum og stendst heldur ekki á við garðinni hérna hjá Vesturstöðum og Ingilíðarstöðum og Einastöðum. Og svona þetta mjög víða. Og þar fyrir utan eru víða tvöfaldir eða þrefaldir garðar. Og raun og veru eru meiri merki það að menn hafi hlaðið þá bara garð á nýjum stað heldur en að menn hafi verið að halda við garðinum það sem hann var upphaflega hlaðinn. Þannig að menn eru líka hnika til kerfinu. Þannig að meðan menn eru að þessu að hlaða þessa garða, að þá er ýmislegt í gangi. Og þetta gefur okkur auðvitað allan von það að við getum notað þetta kerfi til þess að fá innsýn inn í hvað er að gerast á Íslandi á seinni hluta 10. aldar þegar þetta garðakerfi því er komið á og svo getur það farið aðeins eftir svona áhuga okkar og þetta aðstæðum á hverjum stað, hvað það sem við getum vonast til að fá innsýn í, hvort að það eru til dæmis umhverfisbreytingarnar eða efnahags- og samfélagsgerðin og ég áttur að koma betur að þessu möguleikum hérna á eftir. Nú aðeins bara svona til þess að minna á það að þetta fólk sem var að hlaða þessa garða þarna á seinni hluta 10. aldar að það kemur auðvitað úr einhvers konar norður-evrópsku samhengi, ættað úr því og það að hlaða garða eða setja upp girðingar er þetta ekkert íslensk uppfinning. Þetta hafa með verið að gera út allan heim og það er ákveðin svona grunnmunstur getum við sagt í því. Hér er mynd af þorpi á Jótlandi sem heitir Vorbasse og hefur verið grafið upp mjög nákvæmlega og þar eins og alls þar annars það sést að menn hafa haft girðingar bæði í kringum eða þorpið í heild og líka á milli einstakra bíla innan þorpsins. Það sem er ekki vitað eins vel í þessu tilfelli að hversu miklu leyti það er einhverjar girðingar eða garðar í úthögunum. Það er bara ekki eins skýrar leifar það en þetta sér maður út allt. Þetta er sérst frá þetta er bær eða þorp sem var við lýði, getum við sagt, frá því á 1. öld eftir Krist og var fært nokkrum sinnum en alltaf með sama skipulagi. En þetta er fólk að gera, að girða sig af með þessum hætti. Jafnvel, þetta er náttúrulega öðruvísi heldur en byggðamunstrið á Íslandi, en þarna er eitthvað sameiginlegt líka. Annað dæmi hérna þetta er svona skematísk framsetning á þorpi á Englandi frá síðmiðöldum og þarna er þorpið hérna neðst og síðan er landinu skipt annars vegar í akra og hins vegar í beitiland og skólendi og tún eða engi og þessum nytja einingum er síðan skipt á milli bæja
bæjana í þorpinu og kirkjan á sinn hlut og landeigandinn á sinn hlut og svo framvegis. Þarna sem sagt inntæki í þessu þarna alveg heilmiklar skiptingar og það síðan misjafnt að hversu miklu leyti þær eru markaðar með girðingum eða ekki og mjög algengt að skiptingarnar á ökrónum eru ekki endilega afmarkaðar, þannig voru við að skiptast á því að eiga hver sína rein og svo framvegis en það er oft girðingar á milli nytjaeiningar. Þetta skipulag á byggð þekkjum við bara alla Norður-Evrópu og sömuleyti grundvallaratriðum ólíkt því sem við þekkjum frá Íslandi. Aðalmunurinn auðvitað þessi að þarna býr fólk í þorpi en síðan að nytja landið svolítið svona tvist og bast. Það ekki þannig að hver nytjaeining, hvert býli hafi samfellt land undir heldur heildar landaregninni sem til þorpinu skiptu á milli nytjaeiningana og það ágætt að hafa þetta í huga þegar við erum að velta fyrir okkur því hvernig þetta geti hafa virkað á Íslandi. Hér dæmi sem nær okkur landfræðilega, þetta frá Sankti Kildu sem ein á Suðureyjum og þetta sjáum við til dæmis líka mjög víða í Færeyjum og þetta sem kannski svona einna töluvert líktara dæmi því hér eru bara eitt þorp og margir bæir hérna eftir einni götu, þetta var yfirgefið á 20. aldar og síðan einn garður heilmikill hérna í kringum allt saman sem þá svona sambærilegur við hagagarðana og síðan eru líka skiptingar hérna túnið það sem innan garðsins því skipt í ræmur sem hver og einn tilheyrir sínum bæ. Og hér síðan teikning skematísk eftir Frans Arnes Stülegar sem skrifaði grein í arkeológíu Íslandíku eftir að upphaflega greinin íslensku garðana kom út og til þess eiginlega bara benda á að það einmitt menn voru að gera, fólk var að gera svipaða hluti annar staðar í Norður-Evrópu og þetta norskt dæmi og hér eru nokkrir bæir sem síðan hafa á seinni öldum þróast yfir í það að vera lítil þorp og það einn garður í kringum þetta allt saman og sem afgirðir akra og tún og engi en þar fyrir utan eru beitilöndin sameiginleg þar sem þau eru ekki það er ekki skipt á milli einstakra bæja eða þorpa. Þannig að það er eitthvað munstur í þessu sem ég held að sé mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að skoða þessari íslensku dæmi. Nú, skurðurinn sem ég gróf í Hrísey og byggða saga eyjarinnar hlaupi yfir hana hérna á 3 mínútum skipti máli í þessu samhengi að átta sig á aðalatriðunum í henni þegar menn eru að skrifa Landnámabók og Íslendingasögur á 12. og 13. öld þá gerir menn greinilega ráð fyrir því að byggð hafi hafist í Hrísey snemma eins og annars staðar og það eru nafngreindir menn sem eiga hafa búið þar á 10. öld en í sjálfu sér ekkert sagt til dæmis hvort að bæirnir hafi verið einn eða fleiri. Guðmundur Góði kom hann á 1202 og segir messu og það geti maður tekið sem vísbendingum að þá hafi verið komin kirkja í eyjuna en það svo sem ekkert sjálfgefið en það síðan ekki fyrir á 14. öld sem við förum að fá heimildir einstök býli og 1318 í máldaga Munkaþverárklausturs þá þess getið að klaustrið eigi 2 jarðir í Hrísey, Ystabæ og Miðbæ og af nöfnunum má maður þá náttúrulega ráða að það hljóti þá hafa verið Syðstibær líka þá þegar komin þá var bara Munkaþverárklaustur hafi ekki átt þá jörð. Það er fyrst getið beint kirkju í Hrísey 1425 þegar hún var brennd af enskum sjóræningum eða ábeldismönnum og síðan kemur fram í skrá frá 1461 að það kirkja sett á Syðstabæ. Miðbæjar getið á 3 eða 4 skipti og síðast 1525 og það getur vel verið auðvitað að jörðin hafi þá verið komin í eyði þó en þessi getið sem
sérstakrar eignar. Það ekki ljóst, en þar hefur allan ekki verið búið eftir það. 1712 í jarðabók Árna og Páls síðan til viðbótar við miðbæ getið Hvatastaði og Saltnes, og það eru elsta heimildir þessi eyðibýli. Þannig að þetta eru sem sagt lögbýlin sem við vitum frá miðöldum, syðsti bær hérna syðst, miðbær í miðjunni og ysti bær yst, og síðan Hvatastaðir hérna austan á eyjunni og Saltnes vestan á, sem eru þá eyðibýli í landi syðsta bæjar. Það eru ysti bær og syðsti bær sem eru greinilega kjarnin í byggðinni alveg þangað til undir lok 19. aldar þegar þorp fer að myndast á suður odda eyjarinnar bara í túnin á syðsta bæ. Öll þessi 5 bæjarstæði eru staðsett og það eru fornleifar á þeim öllum, en varðveislan er misjöfn, getum við sagt, og sennilega einna vest í syðsta bæ sem bara í þorpinu, það risastór bæjarhóll og örugglega væri hægt að grafa í hann ef þar eru alveg klárlega fornleifar undir sverði, en á bæði Hvatastöðum og Saltnesi og hluta til í miðbæ eru greinilega minjar frá miðöldum, getum við sagt, sýnilegar á yfirborði. En til viðbótar við þessi bæjarstæði sem ég skráði við vegna fornleifaskráningu þarna 1998, að þá heilmikið garðakerfi hérna í eynni, og þetta nú gamalt og ljótt kort sem ég biðst afsökunar á, en hérna eru þessi garðar, og ég ætla að tala heilmikið meira þá. En sem sagt í síðasta sumar þá gerði ég dálítið rannsókn hérna á Hvatastöðum sem eru austan megin á eyjunni, og aðal tilefni var nú reyndar, það eru sjóbúðir hérna hérna við bakkann sem hefur verið að brjóta af, og ég vildi nú bara komast að því hvað það eru gamlar og reyna að leggja eitthvað mat á það hvað þetta gengur hratt fyrir sig. Þetta eru sjóbúðir sem eru frá lokum 19. aldar, en það eitt eldra byggingastig þar undir, að þetta allt saman yngra heldur en frá 1477. Kemur ekki meira við sögu hér. En svo gróf ég líka skurð hérna í bæjarhólinn, og sem sýndi að þarna komin byggð strax eftir 940 á þessum stað, þessum ég gróf skurðin, það getur vel verið að menn hafi komið þarna ennþá fyrr. Það hefði verið búið þarna á Hvatastöðum allavega frá því á seinni hluta 10. aldar og fram á 12. öld, og síðan aftur í skamman tíma eða miskust einhvers konar mannvist á 16. og 17. öld. Og svo síðan gróf ég hérna skurð í garðmótin hérna er þess að horfa á hérna túngarður utan það sem alveg klárlega tún, síðan annar garður utan miklu stærra svæði, og mikið af því að þannig núna blásið og virðist ekki líklegt til þess að nýtast mikið í ræktun, og síðan garður hér sem liggur síðan bara þvert yfir eyjuna, og það á þessum mótum þessara garða sem ég gróf þennan skurð hérna, og frekar þröngdum hann af ytri aðstæðum, en niðurstaðan býsna skýr, það að segja þetta túngarðurinn, og hérna megin landamerkjagarðurinn, getur við sagt, merkjagarðurinn, og þetta pælan sem hefur verið grafin, lítill skurður eða grunnur sem grafin meðfram túngarðinum þegar hann byggður, og torfið úr landamerkjagarðinum liggur hérna ofan á, sá garður yngri heldur en það aðstæðan að kalla þetta túngarð, en til einföldunar þá getum við gert það. Þetta túngarðurinn, hann eldri heldur en þessi garður sem heldur hérna áfram eftir alla eyjuna. Þetta fundust mér svo rosalega merkilega niðurstöður að mér fannst ég þurfa að halda heilan fyrirlestur það, og nú skal ég reyna að útskýra af hverju það er. Þegar maður horfir á þetta kort með þessar upplýsingar í huga, að þá getur maður sett fram
örugglega margar tilgátur það í hvaða röð þessir hlutir voru að gerast þarna á 10. öld. Og fyrsta tilgátan svona það sem ég myndi ekki segja væri hin klassíska nálgun á það að reyna að skilja í hvaða röð hlutirnir gerast. Og þá myndi maður bara horfa á hvar eru lögbýlin og hvar mesti dýrleikinn og hvað eru það sem lítur út fyrir að vera upprunalegustu nöfnin. Og þá myndi maður segja að það sé líklegast að syðstibær og ystibær séu elstu býlin. Þarna eru landgæðin mest og það manni finnst líklegt að menn velji sér þá í upphafi að vera þá svona eins langt frá hver öðrum og þeir geta. Og þetta eru þeir staðir sem hafa sannarlega verið í byggð allan tíman síðan. Þannig að það er auðvitað líklegt að menn hafi átt að sjá því mjög snemma að þarna væri gott að búa. Og garðurinn sem ég var að tala hérna áðan, þessi merkjagarður, hann liggur þarna alveg þvert yfir eyjuna og akkurat eiginlega bara í miðjunni, það er að segja miðja leið á milli þessara tveggja bæjarstæða. Og þá myndi maður segja að það sé þá líklegast að hann sé þá elstur í þessu kerfi. Það sé að menn byrja á því að skipta eyjunni í tvennt með þessu og flest að minnst kosti svona eldri líkön það hvernig menn voru að koma sér fyrir í landinu, ganga út á svona þróun. Það er að segja að fyrst kemur einn og eignar sér allt, svo því skipt í tvennt og svo halda menn áfram að skipta í minni einingar. Og þá, samkvæmt þessu, þá væri miðbær yngri útskipting úr Ystabæjarlandi og þetta ekki að vera eitthvað mikið yngri, við erum ennþá kannski að tala bara á fyrir hluta 10. aldar, jafnvel enn fyrr og þá höfum við reyndar hérna val garða sem við getum notað til þess að afmarka þessa landareign, annars vegar hérna megin og hins vegar svona og svo getum við kannski stungið upp á því að þessu hafi verið breytt á einhver stíð málsins. Það skortir ekki garðana þarna til þess að leika sér með. En það hefur verið það ekki hægt að sjá enn sem komið í hvor væri líklegri til að vera eldri hvor af þessum skiptingum. Og þá samkvæmt þessu þá væru þá Hvatastaðir og Saltnes útskiptingar úr Syðstabæjarlandi. Og þá kemur upp spurningin hvað á að gera við þessa garða þarna sem eru sýndir með grænu, það ekki? Hvað þeir þýða, markar þetta eignarhald, þá finnst manni Hvatastaða parturinn vera býsna stór og Syðstibær fær þá bara mjóa ræmu þarna upp eftir miðri eyjunni sem eru ekkert endilega á sérstaklega góðu eða nýtilegu landi. Þannig að kannski þetta einhvers konar hagagarðar, kannski allt Syðstabæjarlandi í raun og veru nýtja sem eining og menn eru bara að nota þessa garða til þess að stjórna umferð búfjár. Og þetta vandinn í þessu, hvaða merkingu að gefa þessum görðum. Við þessa tilteknu tilgátu eru þá að minnst kosti tvö augljós vandamál. Annað þessi niðurstaða úr þessum skurði sem ég var að tala áðan. Það er að segja að þvergarðurinn sem lítur út eins og hann hafi verið hlaðinn þvert yfir og sé fyrsta skrefið í þessum skiptingum, að hann yngri heldur en túngarðurinn í kringum, ytri garðurinn í kringum Hvatastaði. Hvatastaðagarðurinn komin hérna áður heldur en þessi þvergarður hlaðinn og hins vegar þá framhaldið að þessum garði hérna nær þá inn í þetta miðbæjarland, þannig að þessi tilgáta gengur ekki alveg upp og fleira mætti nú reynda nefna af þessu tagi. En ekki gera ykkur vonir að ég sé minninar flotta lausn á þessu. En aðra megin tilgátu væri hægt að hafa og hún væri sú að upphaflega hafi verið 4 býli og á þá
sem þá svona nokkuð jafnt dreift og kannski á þeim stöðum sem álitlegastir eru til búskapar og þá má nota þessa garða sem ég hef merkt þarna með bláu og hérna þá tilraun til þess að endurgera hvernig þeir gætu hafa haldið áfram. Í báðum tilfellum eru ástæður til þess að halda þetta gæti hafa verið svona, sérstaklega þarna í Ystabæ. Það að segja að þetta hérna vegurinn sem liggur núna hérna, hann hefur verið lagður hérna ofan á garðinu, þetta nokkuð algengt í Hrísey. Menn notuðu þessa gömlu garða þegar við vorum að byggja fyrstu akvegina á fyrri hluta 20. aldar og svo þetta bara hérna túngarðurinn sem var endurhlaðinn á 19. öld. En þannig að það gæti hafa verið einhver svona stykki hérna kringum Ystabæ. Þetta erfiðara hérna, það mjög erfitt að átta sig á í hvaða átt þessi garður hefur haldið áfram. Það hefur bara verið svo mikið rask hérna á síðustu 100 árum. Þannig að þetta bara svona tilgáta að hann hafi legið þarna út í sjó. Og þarna alltaf sker í augun að Saltnes fær þá ansi mikla haga við hliðina á hinum tveimur og ef þetta rétt að þá væri Syðstibær klárlega aðal einingin. Það reyndar áhugavert að skoða Saltnes alveg sérstaklega því að þar eru heilmiklir garðar heima við og það eins og á Hvallastöðum að það sem sagt túngarður hérna svona og hann hefur legið hérna út í sjó cirka. Það getur svona rýnt í þetta loftmynd frá 1951 sem svo elsta sem til og svo annar sem hérna utan með sem hérna lengi þetta í vestur að þá hann bara rétt utan með en svo heldur hann áfram lengra og hefur náð alla leiðina hingað. Þannig að þetta tvöföld girðing svo innri afmarkasvæði sem eru svona 2 hektarar sem nú ekki stórt, það svona 2 kýrfóður cirka og ytri girðingin afmarkar 5 hektara og til samanburðar á Hvallastöðum að þá er túnið 1,5 en ytri girðingin heldur stærri, það 8 hektarar og reyndar miklu rýrara land. Og þarna erum við svolítið ráðþrota, það mjög erfitt að skilja til hvers þessir ytri garðar hafa verið. En eitthvað er fólk auðvitað að stjórna umferð búfjár. Þannig að Ysti-garðurinn sem var þá þessi hérna maður gæti þá hugsa sér að hann sé þriðja stigið í garðarhleðslu þessa bílis en og að því að maður væri þá að ímynda sér að túngarðurinn væri þá elstur og ytri-garðurinn kæmi þar á eftir og svo reistum við þessa hagagarða síðast en í raun og veru höfum við ekkert einu svona í höndunum til þess að fullyrða neitt það og það gæti alveg verið öfugt. Segjum nú sem svo að menn hafi síðan komist að því kannski bara frekar fljótlega að eyjan bara bæri ekki 4 einingar og það þyrfti að fækka þeim niður í 3 og þá getur maður ímynda sér að menn hafi bara ráðist í endurskipulagningu sem gengi út af það að leggja af byggð á Hvallastöðum og Saltnesi og það vitum við að gerðist fyrir það síðar og búa til eina einingu í staðinn og hún myndi þá líta svona út og það myndi þá passa við það að þvergarðurinn er yngri heldur en ytri garðurinn á Hvallastöðum og þá væri eiginlega þá væri raunverulega allir að leggja eitthvað svolítið af mörkum til þess að búa til þessa einingu og þarna væri þá hins vegar vandamáli við þessa kenningu þá þessi mikli garður sem liggur þarna skiptir Syðstabæjarlandinu eiginlega í tvennt og hann ég veit ekki hvað við gera við hann í þessari endurgerð og það eru fleiri vandamál við þetta líka en ég held að svona æfingar
í því að reyna að átta sig á möguleikunum séu nauðsynlegar til þess að halda áfram og spurja þá spurningana sem gætu leitt til einhverra svara. Ég held sem sagt ekki að lausnin á þessu sé fundin og það augljóst hvað þarf að gera næst til þess að minnsta kosti útiloka nokkra möguleika. Það bara að grafa í þar sem garðarnir koma saman. Það minnsta kosti 3 stöðum þar sem slík garðamót eru varðveitt og sem myndi strax segja okkur að eitthvað af þessum möguleikum sem ég nefnt hérna séu gangi alls ekki upp. Það vantar síðan svolítið upp á kortlagninguna á þessum görðum. Eins og ég sagði þá var þetta byggt á vinnu sem var unnin fyrir 20 árum og hafði alls ekki að megin markmiði að skoða þetta garðakerfi sérstaklega og það má víða bæta í með því að skoða betur á vettvangi þar sem þar að sjá og nokkrum stöðum veit ég garða eða vísbendingar garða eins og hér er garður sem liggur frá þessum stóra og vísbendingar annan hérna og á öllum þessum stöðum væri gott að vita meira hvað er að gerast, þannig að það er komið á dagskrá. Síðan það sem er kannski miklu erfiðara er að og snýst ekkert bara þetta í Hrísey, heldur almennt garðakerfið að ef við ætlum að komast eitthvað áfram með þetta, þá verðum við eiginlega að finna einhverja leiðir til þess að sýna fram á í hvaða röð garðar sem liggja ekki saman eru hlaðnir. Það auðvelt að sýna það sem þeir liggja saman, þá getum við bara að skoða það með því að grafa í þá, en það ekkert mjög oft víða sem það þannig og þannig að þetta kallar þannig á þróun aðferða og eins það hversu lengi þeir voru í notkun. Það skiptir auðvitað máli hvort við erum að horfa á 10-20 ár eða 100 eða 200. Og það hægt að hugsa sér ýmsar aðferðir til þess. Ég held að það sem væri skynsamlegast að gera væri að reyna að rannsaka umhverfisbreytingar sem hafi orðið á þessum árum og sérstaklega þá áhrif beitar og búskaparins almennt á vistkerfið því að kannski svona sú tilgáta sem liggur mest í augum uppi að þessar breytingar sem að verða þarna séu viðbragð við því að þarna fólk að koma inn í vistkerfi þar sem fólk hafði ekki verið áður og hafði ekki verið neitt búfénaður heldur og þetta vistkerfi bregst auðvitað við og verður fyrir áhrifum og sennilega meira og minna neikvæðum og það eitt og sér getur hafa kallað á það að menn þurfi að endurskipuleggja sig og þannig að ef við gætum fundið ummerki til dæmis ofbeit inn í einhverjum af þessum hólfum að þá væri það rök fyrir því að skilja af hverju menn eru þá til dæmis að bæta við nýjum og stærri og ég ekki að halda þessu fram að því ég sé svo vissum að þetta hafi verið drifkraftur breytingana, þessi hnignun landgæðana, en ég held samt að það sé sú tilgáta sem maður ætti að byrja á því að reyna að afsanna. Það líka alveg mögulegt að menn hafi bara verið að reyna að fóta sig í þessu landslagi, það sé ekki einhvern hnignun sem verður heldur frekar bara að fólk kemur þarna inn með einhverja hugmyndir hvernig best að standa að búskap í nýju landi, les landið, en þar séðan bara endurskoða og í ljósi reynslunar eftir einmitt kannski 100 ár eða eitthvað svoleiðis, við erum að hugsa að þetta gerist á seinni hluta 10. aldar. 3. og 4. kynslóðin þá að átta sig á mistökunum sem fyrstu 2-3 kynslóðirnar gerðu og hljóta hafa gert og endurskoða hvernig þeir eru að nota landið og bara jafnvel til þess að ná betri nýtingu út úr því. Það þarf ekki að snúast að það hafi orðið nein hnignun. Og þá erum við að tala bæði það með að aðlaga búskaparhættina, það að segja hvers konar
kvikfjárrækt aðalega, menn að stunda. Það þá hlutföllin í skepnunum eru meiri áhersla lögð á nautgriparækt heldur sauðfjárrækt, svoleiðis atriði og líka bara hvar verið að beita skepnunum á hvaða árstímum og allt þetta sem við þekkjum að raunverulega heilmikil vísindi og þetta hafa menn allt þurft að finna út. Þeir hafa haft einhverja hugmyndir frá heimahögunum í Norður-Evrópu þegar landnámsmennirnir þeir komu, en hér eru aðstæður aðrar og menn hafa þurft að laga sig að þeim. Og þessu tengt auðvitað líka samfélagsgerðin, þar að segja hverjir eru að taka ákvarðanir svona mál. Þar erum við þá komin að því sem ég hef reyndar kannski mestan áhuga á, sem sem ætti kalla félagsgerðin. Hver hún og hvernig þetta samfélag skipulagt og það snýst atriði eins og eignarhaldið. Hver á jörðina? Hver er þess umkomin að ákveða hvar garðarnir eru hlaðnir? Er þetta þannig að þetta séu bara mismunandi eigendur sem koma sér saman hvar garðarnir eru, eða einhver bara stór og frekur sem býr til dæmis á Syðstabæ sem bara ákveður þetta allt saman og síðan kannski að endurskoða sína ákvarðanir æ ofan í æ. Og við getum þessar tvær tilgátur sem ég setti fram þarna, þær mætti líta á sem svona módel tvö möguleika. Það annars vegar svo fyrri, þar sem er þá tveir stórir í upphafi og sem væntanlega ráða þá mestu framvinduna, og í hinni útgáfunni að þá eru þá fjórir sem þá meira, og reynda má búa til tvær útgáfur af því, fjórir sem jafnræði með í upphafi, eða fjórir þar sem einn er aðal í allan tíman. Og þannig að raun og veru eru allir möguleikar í þessu, og það það sem gerir þetta spennandi fyrst mér. Og ég held að ástæðan fyrir því að Hrísey góður staður til þess að skoða þetta er að þarna þetta svona mikrokosmos, getum við sagt. Þetta tiltölulega lítil og viðráðanleg eining, og þetta nógu flókið, bara þarna. Þannig að eins og við vorum að horfa á Þegjandadal sem við sýndum okkur kortið af hérna áðan, þar eru miklu fleiri leikendur, getum við sagt, og þannig að von mín svo að ég geti varpað einhverju ljósi og að minnst kosti útilokað einhverja af þessum möguleikum til þess að þrengja sviðið þarna á þessum stað. Takk ykkur fyrir.